Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum hérna á N4 og næst ætlum við að tala sýninguna Helgi Magri sem MAG eða Leikfélag Akureyrar að setja upp. Verið þið hjartanlega velkomin bæði tvö. Já, takk fyrir það. Takk. Hvað getið þið sagt mér þessa sýningu, Helgi Magri? Já, hún næstum því alltaf 80 mínútur og búin að vera mjög skemmtilegt fyrir mig að horfa. Ég einn af listrænu stjórnendunum, ég sá sem situr út í sal, en trúðarnir, þar með Halldóra Malin sem með trúðin sinn, hann Tómas, eru búin að vera að æfa núna, þetta síðasta vika í æfingum, eða samsetningu á þessu verki, því að trúðarnir eru að setja það saman. Að það mjög skemmtilegt og svona kærleiksríkt. Það þannig að maður sveiflar svona milli þess að flissa af einhverju sem algjör tveggja aura brandari yfir í það eitthvað sem bara djúpt og sammannlegt og fallegt, því í grunninn þetta bara náttúrulega falleg saga sem bara alltaf verið að segja. Einhver sem dreymir betra líf á öðrum stað af því að það stríð og hann setur fjölskyldurinn sína hún setur fjölskyldurinn sína borð í bát og leggur á stað í hættulega ferð yfir hafið og svo mætir honum þessi sjón þegar þau taka land hér í Eyjafirði. Þannig að það Helgi Magri eins og annað fólk á flótta. Þannig að þar þetta svona, snertir þetta maður svolítið djúpt. En hvernig vinnið þessa sýningu? Ég heyri að þetta eitthvað pínu óhefðbundið. Við byrjuðum mjög skemmtilegt æfingaferli núna í vor. Mættum öll saman og vorum búin að lesa þetta handrit sem allir voru sammála að væri mjög vont handrit og ég var mjög ósammála því en það ekkert öllum sem finnst jafn skemmtilegt skrýtnu hlutir eins og mér. Ja. Þannig að mér finnst það mjög áhugavert og skemmtilegt og svo mætum við og hittum Jón Pál og erum 4 saman, Benedikt Gröndal og Jóhanna Friðrika og Kjartan Darri og ég og byrjum bara að skoða og leita og eyddum 2 mánuðum í bara allskyns rannsóknarvinnu. Þar á meðal á bara lífi Matthíasar hér og öllum þessum stað. Og svo hittust við aftur núna eftir sumarfrí og smeltum saman svona öllu því sem við vorum búin að safna í sarpinn og úr því varði þetta fallega verk. Já. Og hvernig hægt að lýsa því? Já, það kannski hægt að lýsa þannig að oftar en ekki textinn svona einhvern veginn ræður öllu í leikhúsinu. Af því að ef það texti og það einhver þarf að tala, þá þarf hann hann þarf að sjást, músíkin má ekki vera á há, það má ekki vera mikill reykur. Trúðarnir nota mikinn reyk í þessa sýningu og það sem ég ætla að segja að við nálgumst þetta út frá því að þeir trúðarnir byrjuðu síðan að byggja bara myndir, bara til dæmis þessa sem var mjög tilkomumikið í sýningunni þegar þetta leikrit var sýnt hér á Eyrinni 1890 í þetta eina skipti, það 3 sýningar sem voru sýndar af þessu sem síðan var kallað versta leikrit Matthíasar og eiginlega eitt versta leikrit sem skrifað hefur verið á íslenska tungu. Að þá skoðum við bara myndirnar og þá með þessi mynd þar sem að þau sigla inn Eyjafjörðinn. Og þá fórum við bara að hugsa hvernig getum við sviðsett það með þeim tækjum og tólum sem við höfum. Og þannig að sýningin varð fyrst bara til fyrir eiginlega nokkrum vikum síðan höfðum við eiginlega bara myndir. Svo ofsalega fallegu og áhrifamiklu siglingu inn í Eyjafjörðinn og svo eru trúðarnir inn í þeirri mynd en það náttúrulega brýst fram í þeim það sem margt þeir að segja bara þær vangaveltur bara hvers vegna til dæmis eins og kom í gær hvers vegna siglduðu inn allan fjörðinn en beygðu ekki bara strax til vinstri eða hægri eða skilu en þeir sigldu allan fjörðinn. Þá var náttúrulega komið í ljós að það mikilvægt að sigla alla leið til að sjá hann allan til þess að geta metið hvar maður tekur land. Þannig að þetta hún ofsalega sjónræn sýningin. En hvað getur þú sagt mér trúðana, Tómas? Hver hann? Tómas, já, hann fæddist bara fyrir hálfu ári síðan og það svolítið skemmtilegt. Hann að debutera núna í þessari sýningu. Já, þetta hans fyrsta frumsýning. Já. Wow. Og það svo gaman með trúðana að þeir geta ekki verið á undan sér eða eftir. Þeir verða alltaf að vera á staðnum. Þannig að það sem brýst fram, það sem heyrist, þeir verða að reagera á það. Og mistökin sem svo ólíkt leikhúsinu, mistökin eru alla veislurnar. Það gjöfin. Þannig að leið og koma mistök þá byrjar trúðurinn í essinu sínu. En er það þá ekki næsti, þarf ekki að setja þau basically bara í
svo andlega í þau spor að verða svona þessi, opni, hvatvísi, spontant hugsun í þínum heila, frekar heldur en þegar þú ert að leika mjög fast rammað leikhús eða hvað? Jú, þetta öðruvísi sko og það hjálpa mér bara að hugsa barnið og hjarta. Þá opna maður og þá maður tilbúin að gefa allan sannleikann. Öðruvísi heldur en þegar maður búin að byggja karakter ofan á sig og þjálfa sig í einhverju öðru. Þá maður að loka basically? Já, og vinna allt öðruvísi. Þannig að þetta svona nýleið fyrir mig og mjög spennandi. Hún ekkert pínu svona, gerir mann ekkert pínu allsberan? Svona í... Algjörlega, þarna öll hræðslan sko. En þetta náttúrulega ekki Halldór á Malin. Þetta samt sko trúðurinn Tómas og töfrabarnið. Því að þeir fæðast alltaf á hverri sýningu. Hver einstu sýningu þá formáli verkið og svo fæðast trúður og trúðurinn fæðist bara, þá hann nýfæddur. Hann ekki Tómas frá í kvöldinu áður eða Tómas sem að Halldór á Malin heldur að hann sé, hann bara fæðist þá og þegar. Það undarlegt að segja þetta, en þeir eru alltaf þá líka bara þeir eru bara með einfaldar reglur hvernig hvernig á að gera hlutina og hvar maður þarf að veita athyglinni, sko. Hann á lífi þegar hann í augnsambandi, skilur, og sá sem að það verður alltaf einhver að vera með það. Þannig að það fæðingin sem svo mikilvæg, sko. Og þegar þeir fæðast í þessu verki, þá eru þeir að fæðast eiginlega með hugan við þetta verk Matthíasar og Helga magra og raunverulegu söguna, en svo þetta á svo mörgum skemmtilegum plönum. Þú ert með Halldóru Malin, leikkonuna sem búin að vinna rannsóknarvinnuna og gera og æfa verki bara sem manneskjan. Við æfum þetta án þess að nota nefið. Þær æfingar eru pínu svona, það er svona eins og myndlistaverk, það allir bara, hér og svo reykur hérna, svo blásum við þetta, allir mjög alvarlegir, sko. Og svo náttúrulega þegar síðan verður að trúðurinn Tómas að leika Helgu dóttir Helga magra. Þá ertu komið með þetta á 3 leirum og það verður svo opið og fallegt. Þannig að þetta mjög... En fyrst og fremst þetta bara mikil svona skemmtun og svona konfekt fyrir augað. En líka það svona að fæ svona svolítið gott í sólarplexus eða hjarta fyrir því hvar maður það eiginlega sami hluturinn. Þetta falleg gjöf frá okkur listamönnum til áhorfandans. Mér finnst það alveg og maður finnur það og það er gaman að standa á sviðinu með vinum sínum í algjöru trausti og gefa þessa fallegu gjöf. Segðu mér aðeins smá forvitni og smá útúrdúr. Hvað á döfunni hjá Leikfélagi Akureyrar eða MAK í vetur? Það bara svo mikið á döfunni að sýningatíminn á Helga magra snarpur af því að samkomuhúsið verður í raun og veru, það er stanslaus dagskrá í samkomuhúsinu. Við svona, eins og við gerum þá bara, erum við mikið bara á gólfinu og við hlustum bara náttúrulega bara það er feedback og svona sem við fengum á síðasta ár og þannig að samkomuhúsið er bara rosalega þétt dagskrá, það er svona mikil gestadagskrá og það eru 2 sýningar hjá bæði LMA og LVFMA sem við erum að fóstra. Við erum að fóstra unga listamenn í leikhópnum Næsta leikrit sem eru með nýtt íslenskt verk, bara ungt fólk með nýtt íslenskt verk beint úr þeirra raunveruleika sem eru mjög spennandi með söngum. Þannig að það er bara, 2 brúðuleikursýningar að koma í samkomuhúsið og svo risastórir náttúrulega viðburður í Hofi sem er náttúrulega Hnotubrjóturinn og rússnesku ballett og symfóníu í Gryfjunni. Þetta er bara svona, þannig að við erum með alla stærðina frá mjög svona viðkvæmum, einhvern veginn, svona samsettum trúðasýningu þar sem allt getur gerst og sýningu þar sem allir svona djúpa rætur í hefði í leikhúsi og dansi mætast bara í einni sýningu sem er Hnotubrjóturinn í Hofi. Svo erum við náttúrulega með tónleika Symfó Abama Dama. Ég vona að ég er svo miðaldra, ég að þurft að vanda mig sér. Dama. Já. Það er mjög gott hjá okkur. Þetta er eitthvað svona mælikvarði á bara hversu miðaldra ertu, getur þú sagt Abama, nei ég getur ok. Ég á táning. Þú verður að, Þannig að dagskráin svona, við náttúrulega getum aldrei verið með allt fyrir alla, en við erum með eitthvað fyrir alla og hún
mjög svona fjölbreytt dagskráin og við erum náttúrulega að selja áskriftarkortin núna og gerum það hérna fram í miðjan október. Það verður gestkvæmt hjá okkur. Það eru líka önnur hérna norlesk sýningar sem Elsku sem byggð á ástarbréfum og ástarjátningum Norrlendinga sem mjög spennandi verkefni sem Jenny Lára Artúrs með. Það kemur til okkar í Hamra sem gestasýning. Þannig að við erum að reyna að hérna, hafa fjölbreyttara úrval og alveg frá eins og ég segi háklassík bara með symfóníu, tónleikum og ballett yfir í eitthvað sem eins og svona heimildarleikhús hjá Jenny sem sprettur beint bara upp úr ástarbréfum Norrlendinga. Þannig að við erum að vona að það verði bara, og ég er full að trúa því að verði gestkvæmt hjá okkur líka að áhorfendur kunna meta það að þeir fái svona breiðan grunn. En þetta er náttúrulega snarpur sýningatími á þessu öllu og gestasýningarnar eru náttúrulega þannig að þær koma og eru bara kannski bara 2 sýningar. Hvað eru margar af Helga? Það eru áallega bara 6 sýningar af því að þau eru að koma, engi er að koma þannig í lokin. En svo ég taki nú eitt svona útúr á þér líka. Hvað ert þú búin að vera að gera eða framöndan hjá þér svona fyrir utan Helga? Fyrir utan Helga? Eitthvað fyrir utan Helga? Líf fyrir utan Helga? Maður spesi. Ég bý á Seyðisfirði og rek þar pínu litla verslun og ásamt vinkonu minni. Og ætli ég fari ekki bara heim og helli mér upp á góðan kaffi og njóti þess að setja tærnar aðeins yfir loft og sjá svo bara til hvað kosmosið gefur mér. Ertu fædd og uppalinn þar? Nei, ég er frá Héraði. Já. Bara flutti mig yfir fjallið, sko. Já. Ekkert langt yfir Skamt. Nei, nákvæmlega. Og ertu búin að vera að leika lengi? Þar? Eða bara í lífinu? Í lífinu, já. Ég er náttúrulega búin að leika síðan ég var barn. Og búin að kenna mikið og leikstýra núna síðustu árin. Og þetta er svona... Þetta er comeback, sko. Þetta er comeback. Já, það er svolítið langt síðan ég hef sjálf stigið á fjalirnar, þannig að ég er mjög spennt yfir þessu kvöldi. Búblurnar bara. Já, vaknaði alveg bara, nei, frumsýningardagar, ljósa! Ég var mjög ánægður að við gátum Doblaði til að koma og taka þátt í þessu verkefni, því það er svona pínu, það er alltaf auka svona stresslevel þegar einhver hringir og segir, já, heyrðu, við langar að gera hérna trúðasýningu úr versta leikriti sem við skrifa á Íslandi og þetta er allt saman samvinna hópsins, þannig sem því gríðarleg vinna bara, rannsóknarvinna og vinna í handriti og dramaturgi. Já, og að tala um áhættu, því að það er gott og myndist einmitt og sagði þetta orð áhætta, því að við verðum einhvern veginn að reyna að við tölum um hvernig dagskráin er samsett, auðvitað eru þar svona gullmálar sem eiga bara höfðu og eru svona gulltríðs skemmtun, en það líka þarf að vera eitthvað framandlegt á matseðlinum. Nákvæmlega. Og maður þarf að koma en áhættan er eiginlega frekar lítil í þessu, sko. Já. Þetta er eiginlega of skemmtilegt, sko. Já, þetta er svolítið skemmtilegt, þetta er mjög gaman. Yndislegt. Og væntanlega hvetjum við líka Austfirðingana til þess að gefa sér ferð, já. sjá sína konu á sviði. Einmitt, ég held að allir á Austfjörðum mæti. Við getum kannski bara auðvitað, það verður þá tilboð, þau gefa sér fram við þessu. Já, Austfirðingatilboð. Já, hljómar vel. Takk fyrir að koma hingað, það verður gaman að fylgjast með ykkur og bara poi poi. Takk. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.